Góðan daginn, ég heiti Freyja Jónsdóttir og ég námsbrautarstjóri í meistaranámi í klínískri lyfjafræði við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands. Ég ætla að fá að kynna fyrir ykkur námsbrautina. Þetta meistaranám í klínískri lyfjafræði. Námið í raun og veru samstarfsverkefni milli Landspítala og Háskóla Íslands. Við settum námið á stað 2016 og það var í raun og veru byggt upp að fyrirmynd, breskri fyrirmynd og undir leiðsögn frá University College London og Royal Pharmaceutical Society. Og það reyndist mikið gæfuskref að gera það því að þeir eru leiðandi í klínískri lyfjafræði á heimsvísu. Þannig að námið er byggt upp að breskri fyrirmynd. Námið 3 ára launað starfsnám sem er unnið samhliða 100% starfi sem lyfjafræðingur við Landspítala. Það er 90 ECTS einingar og við tökum inn það sem við köllum sérnámslyfjafræðinga eða við tökum inn 2 lyfjafræðinga á ári í námið. Forkröfunar inn í námið er MS-próf í lyfjafræði með lágmarkseinkunn 6,5 og íslenskt starfsleyfi sem lyfjafræðingur. En auk þess er horft til annarra reynslu, námsferils, meðmæla og ýmissa persónulegra hæfni umsækjenda. Bara til að gefa ykkur smá bakgrunn, þá er klínísk lyfjafræði kannski frekar nýtt fag. Það byrjaði að þróast kannski upp úr 1980 og hefur orðið hröð framþróun undanfarin ár. Eins og þessi mynd sem ég sýni ykkur hérna með þróunina inn á Landspítala undanfarin ár. En markmiðið með klínískri lyfjafræði er að tryggja árangursríka og örugga og hagkvæma lyfjameðferð. Og eins og við öll vitum þá erum við að eldast og því fylgja aukin fjölveikindi og samhliða fjöllyfjameðferð. Og þetta er áskorun fyrir heilbrigðiskerfið, fyrir sjúklinga. Og þess vegna er í raun og veru aukin krafa þverfaglega nálgun og samstarf og bara brýn þörf að við leggjumst öll á eitt að tryggja örugga og árangursríka og hagkvæma lyfjanotkun. Og upp úr því þróast í raun og veru þetta fag. En hvað er þá markmiðið með náminu? Markmiðið er að þjálfa lyfjafræðinga í hæfni og þekkingu sem nýtist til að stuðla að þessum þáttum sem ég nefndi. Árangursrík, örugg og hagkvæm lyfjameðferð. Og námið er byggt upp sem svona practitioner centered workplace learning og það er í raun og veru mjög svipað og er í sérnámi læknisfræði, sérnámi hjúkrunarfræði, þar sem að sá sem er í námi lærir samhliða því að starfa við fagið, studdur á hæfniviðmiðum og auk þess miklum stuðningi sem ég ætla að fara betur í hérna á eftir. Uppbygging námsins er þannig að þjálfunin fer fram samhliða klínískum störfum á deildum. Og það eru fjöldamargar deildir sem að viðkomandi nemar fara á, bæði göngudeildir, legudeildir og bráðamóttökur. Í náminu felst rík endurgjöf með reglulegum stöðufundum og verkmati. Það gefst auk þess tækifæri að vinna gæðaverkefnum, tækifæri til að taka þátt í þjálfun lyfjafræðinema og annarra heilbrigðisstétta. En lokamat í náminu byggist á krossaprófum, leiknum stöðvaprófum og verkefnaskilum. En stuðningurinn sem ég nefndi áðan, hann er ítarlegur, hann er meðal annars sá að sérnámslyfjafræðingar, þeir fá handleiðara sem fylgir viðkomandi gegnum öll 3 árin. Auk þess fá þeir klínískar lyfjafræðing sem leiðbeinir í verknámi inn á deild. Þannig að ef þú ert á hjartadeild, þá klínískur lyfjafræðingur sem starfar á hjartadeild sem leiðbeinir. Auk þess er kennsla sem við byggjum á grunni frá breska prógramminu og það er kennsla frá klínískum lyfjafræðingum og læknum og auk þess er vikuleg samkennsla með sérnámslæknum sem eru í lyfjalæknisnámi. Og einnig tökum við þátt í vikulegum tilfellakynningum bæði með sérnámslæknum og innan okkar hóps.
Annað sem hefur lukkast mjög vel og hefur gert undanfarin ár að vera með svokallaða jafningjafræðslu með öðrum sérnámsprógramum. Þá höfum við leitt saman ólíka stéttir eins og til dæmis nýlega vorum við með sérnámslæknum í bráðalæknisfræði og sérnámslæknum í geðlæknisfræði þar sem var tekið fyrir ákveðið viðfangsefni og sérnámslæknar og sérnámslegafræðingar kenndu hvort öðrum. Þetta hefur lukkast mjög vel og aukið virkilega á þverfaglegt samstarf. Einnig kennsla í eitrunarfræði með læknanemum. En hver eru þá tækifærin að loknu námi? Eins og þið sáuð á glærunni sem var með upphafi, þá hefur orðið gífurleg þróun á Landspítala og það líklegt að sú þróun haldi áfram því margar deildir bíða en aukinar þjónustu eða þess að fá klínískan legafræðing. En einnig eru aðrar heilbrigðisstofnanir vítt og breitt landi sem brýnt að koma klínískum legafræðingum til starfa á. Heilsugæslan nú þegar komið með klínískan legafræðing á fjölda stöðva og sú þróun mun öllum líkindum halda áfram, enda brýn þörf á að geta fyrirbyggt lyfjatengdan vanda í heilsugæslu. Einnig óplægður akur, hjúkrunar og dvalarheimili þar sem okkar viðkomasta fólk dvelur og þörf á að klínískir legafræðingar hasli sér völl. Einnig má nefna apótekin þar sem þörf á að auka klíníska nálgun við viðskiptavini. Það sem mikilvægt að komi fram að því þetta starf á Landspítala þá sótt með öðrum hætti inn í hefðbundið framhaldsnám í háskólanum eða sótt í gegnum vef Landspítala. Þannig að þeir sem kunna hafa áhuga mikilvægt að þeir fari inn á vef Landspítala og kynni sér auglýsinguna. Einnig hveti þá sem áhugasamir að skoða þetta myndskeið sem tilbúið og fjallar námið og það sem meðal annars tala við þann Heimi sem nýútskrifaður náminu og segir sína reynslu. Það bæði aðgengilegt á Facebook vef Lyfjafræðideildar og Landspítala. Við erum með auglýsingu núna í gangi og umsóknarfresturinn 28. mars. Þeir sem kunna hafa áhuga hvet ég til að hafa samband ef einhverja spurninga vakna. Takk fyrir.